Norðlenska nautakjötið. Uppskrift af góðu kvöldi. Ferðaþjónusta á Melrakkasléttu hefur eflst nokkuð á undanförnum árum, rétt eins og annar staðar á landinu. Hótel Norðurljós á Raufarhöfn rótgróið ferðaþjónustu fyrirtæki og gegnir því mikilvægur hlutverki í ferðaþjónustunni á svæðinu. Herbergin eru 15 og húsnæðið býður upp á stækkun hótelsins. Frá Raufarhöfn stutt í ýmsar náttúruperlur. Sveitarfélagi Norðurþing átti hótelið en seldi það snemma á þessu ári. Kaupendur voru 2 samhentar fjölskyldur. Byggingin sjálf sögu fræg. Þarna var verbúð á síldarárunum og oft líf og fjör rétt eins og í dag. Nýjir eigendur eru bjartsýnir á framtíðina og í vetur verður ráðist í ýmsar endurbætur. Hvernig hefur sumarið verið? Það hefur nú svona komið á óvart. Við tókum við þessu í mars og með bókunum, þannig að það var nú ekki svona, leit nú ekki vel út sumarið, þannig að við vissum það að við myndum fara inn í svona frekar dauft sumar, en það er bara búið að ganga vonum framar. Fleiri gestir og allir mjög ánægðir sem hafa komið hingað. Við svona aðeins hefur komið á óvart, það er svo mikið að Íslendingum búin að koma og heimsækja okkur hérna í sumar. Og ásamt náttúrulega hellingu útlendingum, en við höfum líka staðið í stórra, en við erum að betur bæta húsið alltaf utan og endurnýja og eins hérna innan. Þannig að þetta hefur ekki bara verið að afgreiða kúnnarna sem að koma í gistingu eða mat. Þetta hefur verið svona 24/7 í allt sumar. En ég var það þá þannig að þið stukku bara út í djúpuleiðina? Já, eiginlega. Já. En við þekkjum aðeins til svona ferðaþjónustu, við höfum gert þetta áður, tókum á okkur 1 sumar í hótelrekstri. Þannig að við vissum svo sem hvað við vorum að fara út í, en þetta nú aðeins stærra batteri en það sem við vorum í. En þeir Íslendingar sem eru að koma hérna, eru það Íslendingar sem voru hérna kannski á síldarárunum eða eiga ætti sínir að rekja hingað á Langanesið og svo framvegis? Nei, þetta horn virðist vera eftir hjá svo mörgum Íslendingum. Bara við erum búin að fara á alla staði, en þetta horn var eftir. Og það var margir einmitt komið í sumar sem eru að koma í fyrsta skipti og heldur bara ánægðar að landsbyggðin sé haldi við og þessi líf. En útlendingar sem að koma hérna, eru þeir á eigin vegum eða ná rúturnar hingað? Við höfum ekki verið með mikið að hópum, sko. Við erum með mikið af svona að einstaklingum sem að ferðast sjálf, bara pör eða fjölskyldur og hérna. En það svona í gegnum ferðaskrifstofu svolítið mikið, sko. Jú, svo höfum við líka fáið helling sem að á eigin vegum, sko. En við erum svona ánægð með það að maður nær svona meiri kontakt við kúnnan ef þetta á eigin vegum heldur en að vera að fá stóra hópa. Það er svona öðruvísi ferðamennska, en þetta er allt saman gott í bland, sko, þannig að þetta er bara fínt. Þetta horfir bara vel. En eru þið ekki oft á tíðum svona leiðsögumenn, eða ráðleggja fólki hvert á að fara daginn eftir og svona? Það er nú yfirleitt þannig. Jú. Það spyr allra spurninga, bara hvað get ég gert og hvað ég gera næst, og maður þarf alveg að mata. Þeir vilja sjá allt á svo stuttum tíma líka. En svæðið, hér eru nú aldeilis margir staðir til þess að skoða og upplifa. Já, alveg. Í vor var mikið að fuglaskoðun. Það er ótrúlega margt sem þetta að skoða hérna í þessu næsta nágrenni, sko. Nú svo erum við náttúrulega bara alls ekkert langt frá megatúrisma hérna á Norðurlandi sem Mývatnssveit, sko. Þannig að það er nú stutt frá Mývatnssveit og hingað niður yfir eða niður hérna á Raufarhöfn. En það var náttúrulega ennþá betra ef yfirvöld myndu nú klára Dettifossveginn, þannig að við hérna á norðausturhorninu komist í samband við hérna heiminn. Því að það hefur verið svona svolítið lenska eins og hjá ferðaskrifstofum að selja bara alltaf auðveldasta hringinn og skilja svona aðeins út jaðrana eftir, sko. Þannig að það er svona bara meira fólk sem eigin vegur sem að uppgötva þessa
út í aðra og komast úr megatúrismanum í róliheitin sko. Þannig það hægt klárlega að marka setja landið betur. Já, mun betur. Að mínum að markasetningum með ferðamenn stýrt svolítið vitlaust. Stýrt á allt og fáa staði og allt og mikið af fólki á þeim stöðum. Maður heyrir það alveg á útlendingunum sem að koma hérna að þeir fá svona dálítið sjokk þegar þeir eru þar sem þeir eru búin að vera áður, svo koma þeir hingað í róliheitin og þú veist, finna það á loksins að þetta til það sem þau voru að leita. Þau voru ekki að leita að því að standa í biðröð einhvers staðar og skoða það. Það þá jafnvel kannski þannig að fólk kemur hérna og búið að bóka 2 nætur og það kannski framlengir jafnvel bara döluna? Já, það hefur komið fyrir. Það bara, búið að koma þó nokkuð oft fyrir. Já. Og sem betur fyrir höfum við yfirleitt getað að redda því, þannig að við geta verið lengur heldur en til stóð. En nafnið Hótel Norðurljós, hér nú aldeilis Norðurljós. Já, hér sko dansandi norðurljós bara allan veturinn og þegar byrjuð sko, núna í september, strax í byrjun september. Já, þó að sé núna bara rétt komið fram í september að norðurljósin þau bara nú þegar orðin nokkuð áberandi. Já, það var í fyrrakvöldi til dæmis, lyftrandi norðurljósin. Ég segi nú svona bara svona til skemmtana, ég segi að sko við eigum norðurljósin, við erum nyrsta þorp á landinu, á meginlandinu, þannig að ég segi að við eigum norðurljósin, við lánuðum þau bara svona annar staðar. Hérna fyrir aftan okkur nú stór pallur, það nú sjálfst ekki amalt að setja hérna á síðkvöldi og þá fylgjast til dæmis með norðurljósunum. Já, þetta mjög vinsælt pallur, bara bæði að á sér morgunverðin þar og svo oft setja hérna líka á kvöldin og líka fylgst með þegar bátum að koma á landa og sjá sjóin. Við fáum mikið af Svisslendingum sem að sjá sjóin kannski í fyrsta skipti. Þannig að þetta bara paradís fyrir svo marga. En fyrir ykkur hjónakornið, þetta nú ekki 9-5 vinna? Nei, hún það ekki. Aðeins meira en það. Já, aðeins meira en það. Svo líka sko við fórum inn í sumarið svona án þess að vita nokkurn veginn hvað væri, þannig að við vorum svolítið hrædd við að ráða mikið af starfsfólki ef að yrði svo ekki meir sko, þannig að við erum þá bara að taka á okkur þessa viðbót, þannig að þess vegna hefur kannski verið aðeins meira heldur kannski góðu hófi gegnir í sambandi vinnutíma og svefn og annað sko, en nú erum við búin að taka startið og vitum alveg hvernig þetta á að vera. Norðlenska nautakjötið, uppskrift á góðu kvöldi.